kvöldi og klukkan alveg að fara að slá í 11 og greið landsliðskonan hún Marín Laufey Davíðsdóttir, já nú orðin leikmaður Keflavík. Hún búin að halda sér vakandi fyrir sportþáttinn og já hún svo sannarlega skilið allana pulsu og kók þó hann væri. Hvað blessu og sæl? Sællum blessa. Það ágætt að þú haldið þig vakandi? Já, maður að gera það. Já, þú ert reyndar orðið vön allri vitleysunni hérna úr sportþættinum hingað til. Nokkur sinni viðmann. Já, og stundum verið merkt sem viðmannandi þegar eftir að hringja í þig og svona. Já, einmitt. Já, það nú, en þú ert orðin svo vön því að hérna, það ekkert sem bregður. Nei, ég kemur mér ekkert til þetta. Herðu, þú ert komin í landsliðshópinn, í kvennalandsliðinu? Já, við erum að fara út til Austurríkis núna næsta sunnudag. Og hvernig leggst þetta í þig? Þetta leggst bara mjög vel í mig. Við erum búin að spila núna einn æfingaleik við U18 landslið sem að fara líka til, ég man ekki hvað það hvort það sé að fara til sko Rúmeníu eða Slóvakíu eða eitthvað svona til þess að keppa í Evrópukeppninni fyrir hérna U18 liðið í, man ekki björðilega eitthvað svoleiðis. Jó. En svo erum við að fara að keppa núna á miðvikudaginn að spila æfingaleik við Dani, kvennalandsliðið hjá Danmörku. Og og svo hann verður á Ásvöllum í Hafnarfirði. Já, og þetta er fyrsti heimaleikur í tæp 5 ár hjá íslenska kvennalandsliðinu í körfubolta. Já, síðasti leikurinn heima á 2009 í Smárunum á móti Svartfjallalandi ef við manni. Það er alveg komið svolítið langt síðan. Já. Á leikurina. Þannig að þannig að sjóni sögu ríkari núna. Þannig að nú verður snillt að nú að menna fjölmenna og hvetja ykkur alveg í tætlur á móti Dönunum. Já, algjörlega. Ég hvet alla endrið til þess að mæta í Hafnarfjörðinn þeir sem að treysta sér ekki til að fara til Stykkishólmar daginn eftir. Því að það verður 2 æfingaleikir, sko. Og leikurinn á miðvikudaginn næsta bara? Já, bara núna ekki morgun heldur. Þannig að það er fínt. Korter yfir 7. Hvað sér, korter yfir 7? Já. Já. Og þetta er leikur sem enginn má missa af? Nei, það má enginn missa þessu. Nei. Stelpunnar spila ég það heima. Enda stólið þarna er reynsluboltan eins og Hildur Sigurðardóttir og Helena Sverrisdóttir og... Já, og fleiri margar góður sko og svo náttúrulega nokkru unga, ég og ein önnur sem erum nýlegar núna þetta árið. Og þetta er hörkulið sko. Já. Það er glæsilegt. Hvernig leggst í því að vera komin í Keflavík? Nei, skellti ég ekki á hana? Ertu þarna? Nei, ég er hérna. Já, þú ert ennþá hana? Já. Það er glæsilegt, ég rakst eitthvað í síman. Já, ég leggst það mjög vel í mig. Ég er bara mjög spennt fyrir komandi tímabili og fara að flytja þetta til Keflavík líka. Ég á eftir að reykja þarna, þannig að ég vuni að fara alltaf á hverjum jólum í matarboðum til Keflavíkur. Já, þú ert úr einhverju körfuboltaættaðan eða ekki? Jú, það er alveg nokkuð körfuboltaættaðan Keflavík náttúrulega og það líka frændfólk mitt. Og hver er helsta körfuboltastjarnan í ættinni? Í ættinni minni? Já. Það er nú reyndar ekki, hann er reyndar ekki á Suðurnesjunum, en það er bróðir pappa mín. Já. Myndi ég segja. Hann spilaði lengi með A-landsliðinu og var fyrirliði þess bara í mörg ár. Og hvað höfðingi það? Hann heiti Jón Sigurðsson. Jón Sigurðsson? Spilaði með Káur lengi. Auðvitað. Það er þannig. En já, nú ert í fyrst skipti í landsliðinu, en þú ert náttúrulega búin að spila marga leiki með yngri landsliðum? Já, ég fór með þeim í á Norrlandamóti síðan ár. Já. Og var svo alltaf í æfingahóp alveg frá því U15. Þannig að þú ert vön því að klæðast allan á landsliðsbúningnum? Já, ég er búin að gera það nokkru sinnum og vona að ég gera það nokkru sinnum í viðbót. Já, mitt. En allan að fyrsti leikurinn er núna á miðvikudaginn korter yfir 7 og já, þið lofið góðri skemmtun. Danirnir, er það sterkt lið? Já, ég hef heyrt að þær séu alveg nokkuð sterkar. Þær því miður hafa ekki fengið mörg svona landsliðsverkefni, mörg móti eða svoleiðis. En þær eru með mjög gott liðskilsmið. Það eru eitthvað 5 stelpur þar sem hafa spilað sko með góðum háskólum í Bandaríkjunum. En hafa svo kannski ekki fengið að spila marga landsleiki sko. Þannig að
ég held að þetta sé alveg þokkalega sterkt og þetta verður allan að hörku leikur þarna á miðvikudaginn og fimmtudaginn. Móti þeim. Það glæsilegt. En hvað ert þú annars að gera þér í sumar? Fyrir utan að spila körfubolta? Bara að vinna eiginlega, á meðan ég er ekki að æfa. Já. Það er nú ekki mjög spennandi, en svo náttúrulega ég fara að flytja þarna í lok sumars, þannig að það er svona ýmislegt í gangi. Já, gerast Keflvíkingur? Já, akkurat. Ganga til liðs við þá. Eru þið byrjaðar að æfa á fullu? Já, þær eru búin að vera að æfa núna í sumar, alveg þó nokkuð held ég, og það verða náttúrulega fjölgar æfingum því styttra sem verður í tímabilið. En ég hef ekki getað mætt mikið út af landsliðsæfingum. Já. Og, já, einhverju liðsfélagðinir í Keflavík í þessu liði? Já, það er ein sem að, og svo eru nokkrar í landsliðinu sem hafa reyndar áður spilað með Keflavík en eru með öðrum liðum núna. En við erum tvær sem sagt núna, ég og Bryndís Guðmundsdóttir sem að erum í Keflavík núna. Já. Það er glæsilegt. Svona í lokin, ertu búin að fylgjast eitthvað með heimsmeistarakeppninni í knattspyrnu? Ég get því miður ekki sagt að ég hef gert það. En þú heldur væntanlega með einhverju liði? Ég er ekki svo góð að hafa fylgst með því að vita neitt hvað gangi, sko. Það er rétt hjá þér, enda áttu að líka einbeita þér að körfuboltanum? Já, ég hef nóg að gera sjálf, ég hef því miður ekki. Það eru margir sem að líta með svona skringilega að þegar ég segi ég hef ekki verið að fylgjast með því. Fólk alveg safnast saman fyrir saman sjónvarpi og fylgjast með þessum fótboltaleikjum og ég vil ekki býða því. En hvernig er stemningin samt í kvennalandsliðinu? Stemningin er mjög góð. Mér finnst mórallinn alveg mjög skemmtilegur. Þetta er jákvæður og góður hópur. Þó að við sem erum að spila á móti hvor annarri, við erum að spila alltaf á æfingum á móti okkar liðsfélögum og svona og þá náum við samt. Það kemur samt ekki upp eitthvað svona leiðilegur mórall eitthvað. Það er alltaf jákvætt og við erum alltaf að styðja hvor annað og hvetja aðra áfram og svona. Þannig að ég er allan mjög jákvæð fyrir þessu, bara spennt fyrir komandi svona leikjum og þannig að já, keppnisverðið er náttúrulega næstu viku bara fyrir til Austurríkis. Er ykkur sérstök vígsla inn í landsliði þegar maður er svona nýliði? Ekki sem ég veit af, en þá örugglega eitthvað eftir að koma upp. Já, þannig að þú ert bara búin að undirbúið andlega fyrir hverju sem er? Já, maður lætur sér ekkert svona, kipir sér ekkert upp við það ef það er að fara að henda í manni einhverju svona skítaverkum svona fyrir rúkkjana, svona nýliðana sem maður er. Já. Þannig að við verðum örugglega berandi einhverja töskur á flugvellinum eða hvað veit maður. Já. Fyllandi brúsana fyrir þeir og eitthvað svona. En þið farið út, hvað segirðu, á sunnudaginn? Já, sunnudagsmótninum og flugum til Austurríkis. Já, og hvað spilið og hvernig er fyrirkomulagið, hvernig spilið við á? Sko, þessu skiptir riðla, þannig að við erum í riðil með Möltu og Kýpur, ef ég man rétt. Og fyrsti leikur er á móti Möltu, sko, á mánudeginum held ég. Og svo er Kýpur á þriðjudaginn. Og svo ef við vinnum þá 2 leiki, þá förum við undanúrslitin og keppum við sem sagt annarkvort einhvern hinum riðlinum eða eitthvað svona, þannig að þetta geta verið alltaf 5 leikir sem við spilum úti ef við komumst alveg áfram, sem að ég náttúrulega við stefnum að gera. Já. En svo eru 2 aðrar íþróttir sem þú hefur náttúrulega mikinn áhuga og það er það ekki hestaíþróttin og glíman? Já. Og nærðu að stunda það eitthvað með körfunni núna eða? Ég hef ekki getað gert það mikið núna í sumar en náttúrulega sögum þess að körfuboltinn tekið svolítið tíma núna. En ég hef samt verið að fylgjast með öllum niðurstöðum og öllu sem er að gerast á landsmótinu sem var klárast, landsmóti hestamanna. Þannig að hafa mjög komið að fylgjast með því. En glíman, hún er eiginlega keppnistímabilið í glímunni er eiginlega á sama tíma í körfunni, þannig að það er ekki að vera núna með glímuna. Nei, nákvæmlega. Marín Laufey Davíðsdóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og enn og aftur þakki fyrir að halda þér vakandi. Já, bara minnstamál. Bestu þakkir. Já, takk. Já, þáttur kvöldsins verður ekki lengri að sinni. Ég minni náttúrulega að sjálfsögðu á
leikina sem framöndan eru. Það leikur annað kvöld í Pepsi-deild kvenna, eða leikir, betra sagt. Það voru leikir í kvöld í bikarnum. IBVF sigraði Þróttur Reykjavík 1-0, Víkingur Reykjavík sigraði BÍ Bolungarvík 3-0 og þetta var karlamegin, og í Pepsi-deild kvenna þar vann Stjarnan Aftureldingu 4-0, öll mörkin kom í fyrri hálfleik. Fram sigraði IR í fyrstu deild kvenna 3-0 og svo það annað kvöld, þá það IA Breiðablik klukkan 6 og IBVF Valur klukkan 6 og Þór Káa Fylki klukkan 6 og leikur á Selfossvelli klukkan korter yfir 7 Selfoss FH. Í Pepsi-deild kvenna, staðan í Pepsi-deild kvenna þannig að Stjarnan á toppnum með 21 stig, Breiðablik, Þór Káa og Fylkir eru í öðru til 4. sæti með 13 stig, IBVF í 5. og Selfoss í 7. með 12 stig, Valur í 7. með 11 stig, FH með 8. sæti með 7 stig, Afturelding í 9. með 3 stig og IA neðsti með 0 stig. Og svo náttúrulega landsleikinir á miðvikudaginn og fimmtudaginn hjá A-landsliðinu í kvenna. Þetta náttúrulega í fyrsta skipti sem að stelpuna leika á heimavelli í tæp 5 ár, þannig að það að gera að drífa sig á ásvelli núna á miðvikudaginn. Leikurinn verður á ásvöllum klukkan korter yfir 7 á miðvikudagskvöldið og það óhætt að segja að stelpunur okkar bíði spenntar eftir því að spila á sjálfsögðu heimavelli og að gera, við Íslendingar skellum okkur á völlin og hvetja Ísland áfram. Og það eru 5 leikmenn íslenska liðsins í dag sem spiluðu einnig þennan leik fyrir tæpum 5 árum samkvæmt körfuknaðarsambandinu. Það er fyrirliðin Helena Sverrisdóttir, Hildur Sigurðardóttir, Kristrún Sigurðardóttir, Sigurjón Sjöfn Ámundadóttir og Ragna Margrét Brynjarsdóttir. Og þessi leikur, eins og ég sagði, á miðvikudaginn, svo Stykkishólmi á fimmtudaginn sama tíma. Leiki framöndan í fótboltanum í annarri deild karla á annað kvöld. Það er heil umferð, einn leikur klukkan 6, KF Njarðvík, IR og Ægir eigast við klukkan korter yfir 6 og svo eru restina leikinum klukkan 8. Það er Afturelding Grótta, Huginn Völsungur, Reynir Sandgerði, Dalvík Reynir og Sindri Fjarðabyggð. Staðan í önnur deild karla þannig að Fjarðabyggð á toppnum með 20 stig, IR og Grótta í öðru og þriðja með 17, Ægir í 4. sæti með 16, Afturelding og Sindri í 5. og 7. með 14 stig ásamt Huginn sem er í 7. Dalvík Reynir í 8. með 13 stig, KF og Völsungur í 9. og 10. með 8 stig, Reynir Sandgerði í 11. með 5 stig og Njarðvík neðsti með 4 stig. Einn leikur í fyrst deild kvenna annað kvöld, Keflavík KK Víkingur. Svo eru leikir á miðvikudaginn, einn leikur í Pepsi-deild karla, Þór KR og í fyrst deild karla Haukar IA og Leiknir HK. Þeir leikir klukkan 8, í fyrst deild kvenna Grindavík Fjölnir klukkan korter yfir 7, svo eru 2 leikir klukkan 8, Þróttur Reykjavík IR og Fjarðabyggð Höttur og í 4. deild karla Stálúlfur Stokkseyri klukkan 7, Vangi Júpiters Augnablik klukkan 8 og Örninn Skallagrímur sama tíma. Og fyrst deild karla á fimmtudaginn korter yfir 7, KA Selfoss korter yfir 6 og korter yfir 7 svo Grindavík Tindastóll og klukkan 8 BÍ Bolungarvík gegn Þrótti Reykjavík, KF Víkingur Ólafsvík á sama tíma. Önnur deild karla þá er það Ægir Afturelding klukkan 8 og þriðju deild karla IH Hamar og fjórðu deild karla Vatnalilju Kría og klukkan 6 og KH Skínandi klukkan 7. Og það er náttúrulega veisla á föstudaginn. Önnur deild karla er heil umferð klukkan 2 og 4 og 5. Völsungur Sindri, Njarðvík Huginn, Fjarðabyggð Reynir Sandgerði, þessi leikir hefist klukkan 2, Grótta KF klukkan 4, Dalvík Reynir IR klukkan 5 og í þriðju deild karla Víðir Magni og Einherji KFR klukkan 2. Fyrst deild kvenna BÍ Bolungarvík og HK Víkingur og Víkingur Ólafsvík Tindastóll, þessi leiki klukkan 2 og klukkan 4:30 Völsungur Fram og í fjórðu deild karla Hörður Ísafirði gegn Kóngarnir klukkan 4:30 og KFS Ísbjörninn klukkan 2 og Kormákur Kvöt KFG á sama tíma og klukkan 4 Máni gegn Þrótti Vogum. Laugardaginn þá er IBVF Fjölnir í Pepsi-deild karla klukkan 2 og svo Stjarnan FH klukkan 4, Pepsi-deild kvenna FH Þór Káa klukkan 4 og í þriðju deild karla Höttur KFR klukkan 2 og í fyrstu deild kvenna er það Keflavík Haukar og Sindri KR klukkan 2 og svo sunnudaginn þá er það í Pepsi-deild karla Víkingur Reykjavík Keflavík, Valur Breiðablik og Fylkir Fram, þessi leiki korter yfir 7 og í Pepsi-deild kvenna Stjarnan IA korter yfir 7 og í fyrst deild kvenna Þróttur Reykjavík Álftanes klukkan 8. Minnum á torfærinu Jósefsdal, það verður rosa skemmtum þar næsta komandi laugardag, hefst klukkan 1
og aðgangseyrir 1500 krónur það þetta að fara inn á síðu á Torfæruklúbb Suðurlands og þeir eru að gefa einmitt miða í leiknum og það topplausna torfaran eins og þetta kallar, þeir eru aðal styrktaraðalinn og það verður boðið upp á svakalega torfæru þarna 12. júlí. Svo náttúrulega í frjálsónum þá eru meistaramót Íslands næstu helgi á laugardaginn og sunnudaginn í Kaplakrika og svo náttúrulega kastmót GS Coca-Cola mót FH á fimmtudaginn og ármannslaup meistaramót Íslands 10 km göturhlaupi og svo demantamóti náttúrulega helgina líka. En ég heiti Gestur frá Hæli, þátturinn ekki lengri að sinni. Ég þakka ykkur fyrir hlustununa og minna enn og aftur að kíkja í Jósefsdal og endilega kvennalandsliði í körfubolta og fylgjast með öllu sem framundan og sportátturinn kemur hérna eftir viku hress og kátt. Heyrumst þangað til og það hægt að hlusta á viðtöl úr þætti kvöldsins á suðurlandafm.is vonandi strax á morgun. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með Gesti frá Hæli.